Í mat og menningu í kvöld höldum við áfram mannlífsrannsóknum okkar í Eyjum og með í för grillið okkar, glænýr Massey Ferguson sem við ætlum að vígja í þættinum. Við ætlum líka að heimsækja Gerðisbraut 10 sem týndist í rúm 40 ár, en við byrjum á veitingastaðnum Einsa kalda hjá matreiðslumeistaranum Einari Birni Árnasyni. Einar. Já, góðan daginn. Blessaður. Velkomin til Vestmannaeyja. Takk kærlega. Velkomin að Einsa kalda. Þú ert í gallanum? Ég er bara klár, ég er búinn að vera á fullu í alla morgun og það væri rosalega gaman, viðst þú ert kominn, að fara með út á flakkara, Já. komast aðeins út í sólina. Klárt mál. Nei, ekki? Ekki eldaði inn í eldhús. Gjörðu svo vel. Þegar okkur bara garði var Einar nýbúinn að skipta matseðil og fáum við þann heiður að smakka nokkra glænýja rétti. En ásamt því að reka veitingastaðinn á Hótel Vestmannaeyjum rekur Einar veisluþjónustu, þar sem hann eldar líka hádegismat fyrir yngstu vestmannaeyingana sem sitja á skólabekk. En við ætlum upp á Flakkarann, stóran hraunhól sem myndaðist í gosinu 73 og flaut ofan á hrauninu 200 metra á dag, þar til hann stoppaði loks rétt fyrir ofan höfnina fyrir tilstilli hraunkælingarinnar og var því nafngift hólsins Auðveld. Einar, ég er búinn að borða víða Já. og út allan heim og heimsins flottustu veitingastöðum. Það er eiginlega ekkert sem að toppar þetta. Nei, þetta er uppáhaldsstaðurinn minn hérna. Já. Þegar ég verð ríkur, þá ætla ég að setja upp veitingastæðina. Þú getur kallað þetta bara borð 52. Nákvæmlega. Selur þetta. Já, þetta er æðislegur staður í sumartíman. Ég kem ekki hérna. Þetta er alveg magna útsýni. Þetta er eiginlega ótrúlegt. Þetta er flattilt. En hvað, ég fekk aðeins að fylgjast með þegar þú varst að sitja upp á diskinn. Já. Hvað erum við með hérna til dæmis? Hérna er vinsæll réttur sem ég var að keyra á í sumar. Við erum sumarsísonið að klárast hjá okkur og við erum að skipta matseðil. En mér langar að setja fyrir þig fram hérna 2 vinsælustu réttina á veitingastaðnum í sumar. Ég keyri gríðarlega mikið yfir sumartíman á hráefni frá Vestmannaeyjum að sjálfsögðu. Mikið fiskur. Svo er ég með fuglana okkar og bara reyni að tína út hérna jurtir og fleira frá eyjunum sem ég er búinn að gera hérna í mörg ár. Hérna ertu með þorsnakka. Þorsnakkan fæ ég frá Gotthópi Nöf sem er fiskvinnslufyrirtæki hérna í Vestmannaeyjum. Þeir gera alveg frábæra þorsnakka. Er þetta krím, er ostur hérna? Hvað? Já, mascarpone-ostur. Til að fá svona krím í... Kartöflumús og mascarpone? Já. Það getum við gert heima. Það getum við gert heima og ég reynir svolítið að leggja upp með í minni matreiðslu á veitingastaðnum að vera með svona, það er fyrst og fremst ferskt hráefni og svo góð brauð að sjálfsögðu. Það er hérna... Hérna er ég með tómatsalsa. Sýran í tómatunum, osturinn og kremið í músinni og frábær hnakkinn. Hann fellur alveg í svona flögur. Alveg bara glænýr. Pínulítið glær. Við setjum hann í pækil klukkutíma til að herpa hann aðeins saman. Svo erum við með basil pesto ofan á honum og svo erum við með svona sýrt mango ofan á. Svona sætt súrt. Já, þetta er æðisleg blanda. Þetta bráðnar alveg upp í manni. Ég hef oft sagt þér að við erum að elda að passa upp á 3 hluti. Já. Saltið, sýruna og sætuna. Akkurat. Þessin er 3. Það er búið að hlæja mér oft fyrir þetta. Já, hérna er allt sem ég óska mér í fullkomlega rétt. Kannski erum við bara svipari kynslóð með það. Við hugsum eins í þessu. Já. En hér er dásamlega... Já, ég er afar stoltur af þessu rétti. Þetta er bara list. Það öskrar á mann sumarið hérna. Algjörlega. Hann er fallegur þessi. Þarna hugmyndin af þessu rétti,
þá sá ég fyrir mig, við köllum hana matseðli hafið og fjaran. Þannig að þú ferð út í klauf, sem okkar svona kostandi klauf, þá hugsa ég alltaf hvernig get ég búið til fjörusand. Costa del Klauf. Kostandi klauf, það gott viður að hópast Vestmanningar í klaufina. Þarna sá ég fyrir mig gerði ég úr söl og japansku rasp. Við náðum að kalla fram flott bragð. Sölin eru stórlega vanmetir hráefni. Já, ég nota hana mikið, enda Gefa þér seltuna já, og sjávarfíling. þetta mjög gott. Og margir biðja uppskriftina þessu, en hún afar einföld, en þetta afar gott. Já. Þannig að svo þegar við erum á veitingastað, kannski erfiðara í náttúrunni, þá setjum við smá froðu yfir bláskilina. Þannig að rétturinn þannig að Sjórinn að ráðast yfir. algjörlega sjórinn að moka sjávarþanginu svolítið svona upp í fjöruna. Við þurfum að hittast oftar og Ég held elda það. held ég. Ég held það. Við þurfum að hugsa alveg Það bara. ekki. Það bara, Og það humar. já, það humar, steinbítur og skötuselur. Já. Hér hafið bara. Svo svolítið gaman að segja frá því, Hallgrímur, að Masako, grænu hrognin sem við erum með þarna. Þetta er fyrirtæki úr Eyjum sem að framleiða þetta, sem í eigu vinnslustöðinni í Vestmannaeyjum. Vinnslustöðin annað fyrirtæki sem ég í miklu samstarfi við og þeir sjá mér fyrir humri og skötusel. Alltaf fest. Þetta var áður fyrir þá var ég að fara sjálfur á markaðinn og kaupa mér á markaðnum og fara niður til að flagga sjálfur og vera svona rosalega gaman. En þegar maður fara að kaupa á annað tonn í mánuði þá Þú myndir ekki gera neitt annað? Nei, ég ætli það bara. Ég sé þessum fyrirtækjum alveg fyrir að redda mér fersku hráefni og gera það með stæl. Láta fagmennin þetta. Það bara svoleiðis. Við erum best geymdir í eldhúsinu. Já, í búrinu. Í búrinu. Mhm. Og hörpuskilin. En þessi, ég man í gamla daga, þá var þetta, þú fékkst ekkert svona hrogn nema bara keypt, japansk. Já, Þetta bara, þetta er úr Eyjum. Já, þetta er úr Eyjum. Þetta er wasabi. Frábær sýra. Rosalega fallegt. En þetta er nú ekki það eina sem þú ert að gera. Þú ert ansið víða. Þú ert með einsakalda, veitingastæðin. Já, þetta hófst fjörið í þessu, ég náttúrulega uppalinn Eyjapeyju og ég búinn að búa hérna allt mitt líf. Og að margir spurtu ekki langað að prófa eitthvað annað. Ég kann rosalega vel við mig eins og sér. Þá ég algjör Eyjapeyju og ég elska Vestmannaeyjar og fólkið hérna. Þannig ég get ekki farið hérna. Þannig ég ákvað nú að, ég ólst upp hjá Grím kokk. Þú kannast hann? Já. Ég ólst upp hjá honum, ég var svo heppinn að hann stal mér úr bakaríi á sínum tíma og ég ólst svolítið upp hjá honum í þessu. Lærði mikið af honum og á honum mikið að þakka fyrir. Þú hefði fengið matreiðsluvírusinn hjá Grímsa? Já, algjörlega og var svona hans strákur í þessu. Og svo fer ég, vantaði honum leyfi og fer til Sigga Hall á sínum tíma og þú þekkir hann nú aðeins. Þetta er allt. Kláraði, fekk að klára samninginn hjá honum, Siggi hjálpaði mér svolítið með það. Svo var ég að vinna eitthvað í bænum en beint heim eftir skóla og það leiði mig bara að taka við að Grím og ég tek við veisluþjónustunni hjá honum, stofna einsakalda og við starfræktur í höllinni í Vestmannaeyjum. Í dag erum við svo konum með einsakaldi veisluþjónusta, við erum með skólamat og leikskólamatinn. Já. Það er svona sem heldur okkur á lífi yfir veturinn. Ég er búinn að byggja það svolítið upp og það er orðið mikið stemning. Einsakaldi er svona fígúra í bænum. Maður kemur í verslun og þá kallar krakkinn á foreldrarna og segir mamma, einsakaldi er þarna. Það getur nú verið handagangur í öskjunni. Hvað eru nú margir litli munnar í skóla? Við erum með svona rétt rúmlega 500 skammta á dag. 500 skammta? Já, sem við erum að gefa litlu ormónum og það er minnstamáli að elda. Við pössum okkur að vera með mjög ferskan, hollan heimilismat. En ég gerir mig oft grein fyrir því að maður er með ábyrgð allra barna bæjarins að herðu sér. Þetta er gaman, gefur mig mikið. Þetta er stórt hlutverk. Stórt hlutverk og svo er það sjálfsögðu veitingastaðurinn sem við opnuðum fyrir 3 árum á Hótel Vestmannaeyjum, þetta einsakaldi. Hann hefur slegið rækilega í gegn. Við fengum verðlaun frá TripAdvisor, 5 stjörnur. Já. Bara rosalega gaman, sýnir bara að við erum að gera góða hluti. Við erum hamingju með það. Og þetta byggist náttúrulega eins og þú veist á að vera með frábært starfsfólk með sér.
Það er ekki að gera allt einn. Æðislega, nei. Ég er mest í að rífa kjaft bara, en ég er með frábæra fagmenn með mér í þessu. Já. Ég ætla að njóta útsýnisins, matarins og drykkjarins. Takk hérlega fyrir að taka á móti okkur. Takk fyrir að koma til Vestmannaeyja. Já. Við erum búnir að kaupa kol og allt sem til þarf í gott grill og því undirbúningur að næstu veislu í Eyjum hafinn. En áður en við borðum meira ætlum við að heimsækja Gerðisbraut 10 sem grafið var í ösku í rúm 40 ár og er orðið áhrifamikill miðpunktur eldheima. Glæsilegs gossafs Eyjamanna sem opnað var nýlega og miðlar fróðleik eldgosið í Eyjum 1973 sem án efa telst til stærstu náttúruhamfara Íslandssögunnar. Kristín, hvert erum við komin hérna í eldheimum? Hvaða hús er þetta? Þið eru komnir hér inn í miðja eldheima og þetta hús, þetta stóð við Gerðisbraut 10. Gerðisbraut 10? Þið eru núna hér á þessum stað í Vestmannaeyjum, þar sem var ekki hraun, hér var aska. Og það það sem var svona ástæðan fyrir því að það var farið út í þennan uppgröft akkurat hér, en ekki einhvers annars staðar. Það hefði ekki þýtt að fara að grafa undan hrauni, hraunið braut og eyðilega allt sem það fór yfir, en hér sem sagt hafði bara rignt ösku og það þótti spennandi að sjá hvað væri undir þessari ösku og hér höfum við Gerðisbraut 10. Þessi hús í ljós og maður sér það er hérna leifar af þessari götumynd sem hefur verið bæði utan og innan safnsins. Það er hægt að sjá fyrir utan hérna rústir og svo hérna inni. Já, það er skemmtilega við þetta að ef þú hugsar út í það að það voru náttúrulega fleiri metrar af ösku hér ofan á þessum húsum og það er ennþá aska hér yfir náttúrulega hluta af þessari götu og þessu hverfi en við sjáum sem sagt í umhverfið hér og við erum svo að merkja, þú komið til með að sjá hér leifar af rústum sem að fóru ekki eins vel eins og þessar hér inn í okkur en enga síður, hér bjó fólk og hér erum við inn í miðju hverfi sem fór undir ösku. Og þið eru búin að byggja hérna yfir þetta stórglæsilega safn, byggja yfir gömlu rústirnar? Já, að þetta var sem sagt lendingin sem var tekin varðandi þetta verkefni, að þetta er náttúrulega svolítið eitthvað sem hefur aldrei verið gert áður í heiminum, að það er að grafa upp svona ungar gosminjar eins og þetta, að fara í þetta þegar voru á milli 30-40 ár frá því að gaus. Þannig að þeir eru ennþá meðal okkar hluti af íbúunum hér og stærsti hlutinn sem betur fer, sem áttu þessi hús og þetta er bara svona dæmi hvernig gosið fór með eigur fólks. Og ég tel að þetta hafi verið gríðarlega farsæl lausn að grafa alveg upp þetta hús og geta sýnt það og vera síðan með sýningu í kring sem að fer yfir söguna, hvað gerðist hér í Vestmannaeyjum 1973. Hvenær opnuðu þið hérna? Við opnuðum hér 23. maí síðastliðinn. Þetta er bara glænýtt. Þetta er glænýtt. Já. Og hvað eru þið búin að fá marga í heimsókn? Við erum komin í 22.000 gesti sem er bara mjög gott ef við hugsaum út í að Vestmannaeyjar eru nú svo sannarlega ekki á hringveginum. Það þarf aðeins að hafa fyrir að koma hingað. En svo eru þið líka nýtekur nýjustu margmiðlunar tækni, sá ég þegar ég labbaði hérna stuttlega áður en við kveiktum á vélunum. Ég hef ekki að kíkka þess á myndirnar og vídeóin. Kristín, við erum búin að ná okkur í græjur og hér getur þú bara spilað í gegnum sýninguna á öllum heimsins-tungumálum eða mörgum? Já, mörgum allavega. En hvað erum við með hér? Já, þú ert núna kominn, sem sagt, þú ert búin að
sjá húsið og þú ert komin núna inn í gossöguna. Nú ertu komin hér að hjóli tímans. Mikill hávaði og gosið byrjað. Nú er gosið byrjað og gosið byrjar hér í hjóli tímans. Þarna getur þú fylgst með hvernig eyjan breyttist, hvert hraunið fór, hvar hérna gossprungan var og svo heyrir þú þessar drunur. Þetta dundi í eyrunum á okkur þegar við vöknuðum hér þessa örlaríku nótt, við sem að vorum hér í Vestmannaeyjum þá. Og ef þú hugsar út í að björgunarsveitirnar sem voru hér í gosinu, þetta var það sem að þeir sofnuðu við og vöknuðu við. Það er þessi mikli hávaði sem einkennir eldgos. Já. En ásýnd eyjunnar, hún hefur breyst náttúrulega heilmikið við þetta. Hún hefur stækkað og hálft hverfi eða... Já, hraunið fór náttúrulega yfir bæði sem sagt, fór yfir eyjuna sjálfa en fór líka út í sjó. Þannig bæði hraunið náttúrulega, það skemmdi hátt í 400 hús. Það fór yfir byggðina og á tímabili höfðum við áhyggjur af því að hraunið myndi jafnvel loka höfninni. Og svo fór það að fljóta út í sjó og það þýðir að það er svona landstækkunin sem við fengum að það bil 2,5 kílómetrar var það sem við fengum sérst í viðbót við eyjuna. Og við sjáum sprunguna myndast og fáum svo myndir hérna við hvert tímabil. Já, þetta er náttúrulega mjög skemmtilega úthugsað af hönnuðunum okkar. Og hefur vakið mikla athygli. Þetta er eitt af mörgu skemmtilegu sem við erum með hér á Eldheima-sýningunni. Þú bjóst hérna á þessum tíma? Já, ég var svona krakki, unglingur og heima hjá bara mínu fólki þarna nóttina og pabbi vakti okkur, mig og bræður mína þarna nóttina til þess að hérna... Manstu vel eftir þessu? Já, þetta mann var alltaf mjög vel eftir þessu. Varstu hrædd? Manstu eftir hræðslu? Sko, þetta er svolítið skrítið að við sem vorum allavega að tala á hver svona sína sögu og ég rifjaði þetta ekki upp eiginlega fyrir bara sko löngu seinna hvernig þessi upplifun var en ég man að sko mér brá svolítið þegar pabbi gekk gólf og kallaði Guð minn góður nokkru sinnum og svo við bjuggum hérna í Vesturbænum og ég leit út gluggann og þá sáum við sem sagt svona bara eiginlega Austurbæinn loga því að þetta var náttúrulega þessi sprunga, þetta var bara sem sagt svona eldveggur sem að var meira en 1,5 kílómetrar á lengd. Þetta náttúrulega breytti lífi ansi margra. Hér fóru bara allir úr eyju nema björgunar? Fóru nánast allir nema þeir sem voru áfram við björgunarstörf og faðir minn þar á meðal. Og var hann lengi í eyjunni? Hann var meira og minna allt gosið hérna og kom svo bara svona annars slagið eins og hinir kallarnir með skegg og svona dálítið svona villimarslegur í bæinn. En hérna annars var hann meira og minna allt gosið ásamt þeim sem voru hér og reyna að bjarga verðmættum eins og hægt var, bjarga út úr húsunum áður þau brunnu eða fóru undir hraun og svo þurfti náttúrulega menn bara að fá nauðsynjar þangað sem þeir voru komnir á fastalandi því að menn urðu náttúrulega að hafa húsgögnin sín og fötin sín og það allt saman, þannig þetta var náttúrulega heilmikil vinna sem var hér hjá fólki. Það löpum aðeins meira. Hér erum við, Kristín, komin að myndinni sem við horfum á að voru 300 manns eftir í eyjunni. Þetta er svolítið skemmtileg mynd að hún svona segir aðeins frá hversu miklir fólksflutningar þetta urðu. Þetta er náttúrulega svona staðstu svona flutningar í Íslandssögunni alveg örugglega. Að hér bjuggu rúmlega 5.300 manns þeirra gaus og það er semst talið þarna niður hvernig bara það yfirgáfu nánast allir eyjuna þessa nótt morgunin bara svona, hvað ég segja svona, þegar leið á morgunin næsta dag að þá voru allir farnir nema eitthvað í kringum 300 sem voru í björgunarsveitunum sem voru hér að bjarga verðmætum, meira og minna allt gosið. Og já, og þetta segir líka frá því að það snéru náttúrulega ekki næstu því allir tilbaka aftur. Nei, af 5.300, hvað setjast margir að eftir? Já, af þessum 5.300 þá komu rúmlega 2.000 aftur tilbaka og þannig að þeir sem búa hér í dag að það eru að hluta til
gömlu íbúarnir og svo sem sagt fólk sem hefur valið sér Vestmannaeyjar sem stað til að búa á án þess að eiga endilega rætur hér í Vestmannaeyjum. En í dag hafa eyjarnar ekki náð sínum fyrri fjölda íbúarnir. Við erum í 4.000 og hvað í dag? Í dag eru Vestmannaeyingar 4.300 og dálítið svona góður punktur sem að faðir minn heitinn kom með einmitt varðandi gosið að við vitum náttúrulega hvað við mistum hér af verðmætum en eins og hann sagði ofta eitt af því sem við mistum sem var líka mjög verðmætt að það var allt góða fólkið sem ekki kom aftur. En svona safn hefur nú kannski svona vakið blendnar tilfinningar hjá einhverjum. Hvað finnst eyjamönnum Þetta verkefni alveg frá upphafi hefur náttúrulega vakið blendnar tilfinningar og svona framan að fannst nú ákveðnu fólki að þetta þyrfti ekki að gera. Það væri óþarf að fara að moka eitthvað ofan af þessu. Við höfum alveg fengið nóg af þessari ösku á sínum tíma en þetta svona smá saman sem sagt datt hér inn sem verkefni sem gæti nú jafnvel bara orðið spennandi fyrir og Vestmannaeyingar eru voða mikið svona meðvitaður það að við þurfum að hafa hér eitthvað til að laða fólk að Vestmannaeyjum og svona eftir því sem að svona áleið á þetta verkefni fór fólk að sjá að þarna gæti bara verið eitthvað sem að gæti bara verið okkur til framdráttar hér fyrir ferðaþjónustuna en fólk er líka farið að segja að þetta sé nú bara skemmtilegt að eiga þetta fyrir komandi kynslóðir að bara börn og barnabörn þeirra sem upplifðu gosið geti komið og séð hvernig þær voru þessar hamfarir. Þannig að í dag má segja algjör sátt þetta verkefni. Já, það líka mikilvægt að muna. Það mikilvægt að muna og fólk sem að hafði nú einhvern tíma sagt að þetta ætla ég aldrei að koma, að það nú búið að koma í millitíðinni og hefur alveg sagt okkur að það bara ætli að játa það að það hafi skipt skoðun og sjái tilgang með því að segja þessa sögu og hafa safn eins og þetta. Kristín, þakka kærlega fyrir að segja okkur svo litið frá og innilega til hamingju með þetta stórglæsilega verkefni. Takk kærlega. Já, kæra þakki fyrir að koma og mín var ánægjan að segja ykkur frá og takk fyrir að heimsækja okkur hér. Ég ætla að setja á mig headphone-una og rölda aðeins um. Já, heyrðu, ok, þá eru þið bara spyrjið með þér eitthvað sem ykkur vantar. Dagur að kvöldi kominn og hungrið farið að gera vart við sig aftur og komið að því að vígja nokkura tonna grillið okkar og ekki laust við að það sé spenningur á meðal myndatökumannanna þeirra Stefáns og Sindra. Enda viljum við halda því fram að þetta sé eitt stærsta og dýrasta grill á Íslandi og trúlega það eina sem með ámókstokstækjum, 16 gírum áfram og 4 aftur á bak. Það kemur því aðeins einn staður til greina fyrir þessa vígsluathöfn og það Herjólfsdalur. En í Landnámu segir að Herjólfur son Bárðar Bárekssonar, bróðir Hallgríms Sniðbaka, hafi fyrst byggt Vestmannaeyjar og bjó í Herjólfsdal fyrir innan Ægisdyr. Við þökkum Vestmannaeyingum
kærlega fyrir frábæra gestrisni og við munum yfirgefa eyjarnar með trega í hjarta. En áður en við förum skulum við klára eitt. Við fundum einn vin okkar á flækingu upp í bæ sem var búinn að villast að leið. Við ætla að hjálpa honum aftur út á haf. Kveikjum eldana þar sem hjartað slær. Sjá